Velkomin í þennan seinni hluta fræðsluefnis félagslegan og andlega þætti í vinnuumhverfinu. Við höldum áfram að fjalla félagslega vinnuumhverfið sem ein af 5 meginstoðum vinnuverndar. Hinar stoðirnar eru efnanotkun, hreyfi- og stoðkerfi, vélar og tæki og umhverfisþættir, eins og sjá má í púsluspilinu og glærunni. Í fyrri hluta fræðslunnar var fjallað félagslega vinnuumhverfið, skilgreiningar og einelti, áreitni og ofbeldi og birtingarmyndir, helstu orsakaþætti og afleiðingar. Fræðsluefni byggir á lögum vinnuvernd, reglugerð 1009/2015 aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundin áreitni og ofbeldi á vinnustöðum og fræðileg efni. Fræðsluefni er aðgengilegt á heimasíðu Vinnueftirlitsins. Í þessum seinni hluta er aðeins fjallað félagslega vinnuumhverfið, hlutverk og skyldur aðila, áætlun forvarnir og viðbrögð við einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Og í lokin eru nokkrar leiðbeiningar sem hægt að styðjast við. Félagslega vinnuumhverfið einkennist oft af flóknu samspili milli starfsfólks, verkefna, stjórnunar, skipulags, viðskiptavina og annarra hagsmunaaðila starfseminnar. Þetta samspil þarf að vera í góðum farvegi til þess að viðhalda og bæta heilsu og öryggi starfsfólks. Stjórnendur og skipulag vinnustaða er ákveðin hornsteinn í félagslega vinnuumhverfinu, en ekki síður er það vinnulag eða sú menning sem myndast vegna samskipta fólks. Í reglugerð 1009/2015 er gengið út frá því að í vinnuumhverfi séu áhættuþættir sem ýta undir að óæskileg hegðun komi upp á vinnustöðum. Því er leitast við með reglugerðinni að koma í veg fyrir einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi á vinnustöðum, meðal annars með forvörnum. Vinnustaðir eiga að grípa til aðgerða komi fram kvörtun, ábending eða grunur eru neikvæð samskipti. Einnig kemur fram að stuðla eigi að gagnkvæmri virðingu á vinnustöðum, svo sem með því að auka vitund og skilning á þessum málum. Markmið reglugerðarinnar er að setja ramma utan gott félagslegt vinnuumhverfi þar sem áhersla er á forvarnir og skýrar leiðbeiningar hvernig tilkynna skuli neikvæð samskipti og í hvaða farveg mál fara á vinnustaðnum. Öllum atvinnurekendum og stjórnendum í umboði þeirra er skylt að tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi með markvissu vinnuverndarstarfi. Árangursríkast er að samþætta vinnuverndarstarfið daglegum rekstri og stjórnun. Einelti, áreitni og ofbeldi bitnar ekki bara á þolandanum, heldur einnig á samstarfsfólkinu. Starfsemin í heild líður fyrir erfið samskipti á vinnustaðnum. Til að ná árangri í vinnuverndarstarfi þurfa allir að leggja sitt af mörkum og stuðla að góðum samskiptum og öruggu vinnuumhverfi. Starfsfólk þarf að vera meðvitað samskiptamenningu vinnustaðarins og að taka ekki þátt með virkum eða óvirkum hætti í neikvæðum samskiptum. Hver og einn ber ábyrgð á eigin hegðun. Atvinnurekendur bera ábyrgð á því að greina áhættuþætti í vinnuumhverfinu og gera skriflega áætlun forvarnir og viðbrögð við einelti, áreitni og ofbeldi. Þeir þurfa að tryggja að millistjórnendur þekki vel hlutverk sitt og ábyrgð á vinnuumhverfinu og þar með talið félagslega vinnuumhverfinu. Fara eftir lögum og sýna gott fordæmi. Mikilvægt er að skoða allar ábendingar og kvartanir frá starfsfólki einelti, áreitni og ofbeldi með varfærni og virðingu að leiðarljósi. Ábyrgð atvinnurekenda er einnig að láta vita á viðeigandi hátt framgang mála og þegar málum sem upp koma er lokið. Stjórnendur eru í lykilstöðu til að grípa inn í og stöðva neikvæða framkomu á vinnustöðum og beina samskiptunum í jákvæðan farveg. Þeir bera ábyrgð á að vinnuumhverfið sé öruggt og heilsusamlegt. Vinnustaðir eiga að hafa skýrar leiðbeiningar fyrir starfsfólk sitt hvernig það geti tilkynnt einelti, áreitni eða aðra óviðeigandi hegðun og í hvaða farveg mál fara innan vinnustaðanna. Ef starfsfólk þekkir leiðbeiningar vinnustaðarins og viðbragðsáætlun er það líklegra til að láta vita óviðeigandi hegðun og þannig geta stjórnendur tekið fyrr og markvissar á málum. Starfsfólk er líka ábyrgt
Allir þurfa að taka þátt í að stuðla að góðu félagslegu vinnuumhverfi. Hver og einn ber ábyrgð á eigin hegðun og því að taka ekki þátt í óviðeigandi framkomu. Starfsfólk ber skylda til að láta vita ef einelti kemur upp, áreitni og ofbeldi, ef það verður vart við slíkt á vinnustaðnum. Starfsfólk þarf líka að vera reiðubúið til að skýra mál sitt nánar ef það lætur vita. Hlutverk Vinnueftirlitsins er að hafa eftirlit með lögum og reglugerðum vinnuvernd, að lögum og reglugerðum vinnuvernd sé framfylgt. Vinnueftirlitið hefur einnig það hlutverk að veita leiðbeiningar og fræðslu í vinnuvernd og viðbrögð þess í kvörtunarmálum sem koma til stofnunar er fyrst og fremst í því að vera hlutlaust aðili sem skoðar vinnuaðstæðurnar almennt miðað við kröfur og viðmið í lögum og reglugerðum. Vinnueftirlitið leiðbeinir og kemur að almennum ábendingum úrbætur á vinnuumhverfi, þar með talið félagslega vinnuumhverfinu, en Vinnueftirlitið tekur ekki beinan þátt í úrlausn einstaka mála innan vinnustaða. Á heimasíðu Vinnueftirlitsins má finna ýmsar leiðbeiningar og fræðsluefni í tengslum við útgáfu á reglugerð 1009/2015 aðgerðir gegn einelti, áreitni og ofbeldi voru útbúnir meðfylgjandi bæklingar fyrir stjórnendur og starfsfólk og þar má lesa nánar hlutverk þeirra varðandi vinnuverndarmáli sem koma að félagslega vinnuumhverfinu. Forvarnir á vinnustað fela meðal annars í sér stefnumótun sem marka viðmið í samskiptum og menningu vinnustaða. Dæmi slíkt gæti verið: hér á okkar vinnustað leggjum við okkur fram góð samskipti og gagnkvæma virðingu í öllum samskiptum. Einnig þarf að koma fram í slíkri stefnuyfirlýsingu að einelti, áreitni og annað ofbeldi verði ekki liðið á vinnustaðnum. Skilgreina þarf hvernig á að haga vinnunni þannig að dregið sé úr líkum á að aðstæður skapist sem geta leitt til eineltis, áreitnis eða ofbeldis. Slíkar skilgreiningar geta komið fram til dæmis í starfslýsingum eða verklýsingum. Greina þarf áhættuþætti reglulega, til dæmis með vinnustaðagreiningum. Síðan er árangursríkast að skilgreina og leiðbeina innleiða úrbótaverkefni og fræðslu sem tekur mið af niðurstöðum greiningarinnar. Gera þarf viðbragðsáætlun eða leiðbeiningar tilkynningu mála, hvernig starfsfólk geti látið vita ef erfið samskipti komi upp. Einnig þarf að koma fram í leiðbeiningunum í hvaða farveg mál fara innan vinnustaðarins og til hvaða aðgerða verði gripið á vinnustaðnum meðan á málsmeðferð stendur. Helstu aðstæður í félagslega vinnuumhverfinu sem geta verið áhættuþættir eru eftirfarandi. Það er menning vinnustaða eða hefðir eða talsmáti sem viðgengst á vinnustaðum. Sem dæmi leyfi skálkahúmor eða gróft tal eða grófur mórall, viðgengst baktal eða fleira. Stjórnunarstíll, hversu hæfir eru stjórnendur og eru þeir nærverandi. Skipulagsbreytingar, hvernig staðið að þeim. Fær starfsfólk nauðsynlegar upplýsingar þegar breytingar eiga sér stað. Eru starfslýsingar óskýrar, valda þar hagsmunaárekstrum. Er upplýsingaflæði tregt eða er verið að leyna upplýsingum. Athafnaleysi, hefur starfsfólk lítla möguleika á að hafa áhrif á hvernig það vinnur vinnuna sína. Hefur starfsfólk ójöfn tækifæri til framgangs í starfi. Er fræðslu eða þróunaráætlun til staðar. Hvernig er vinnuálagið, vinnutími, tímarammi verkefna og kröfur. Hvernig er vaktafyrirkomulagið. Vinna starfsmenn tilviljunarkennda yfirvinnu, vita þeir hvenær vinnudögunum lýkur og fleira. Eru gerðar óraunhæfar kröfur hraða eða fjölda verkefna, eru verkefni við hæfi fyrir hvern starfsmann, eru starfsmenn faglega eða félagslega einangraðir í vinnunni, eru auðvelt að biðja hjálp eða afleysingu frá samstarfsmönnum eða yfirmönnum, eða er það eitthvað misjafnt á milli manna, hvernig hægt er að fá stuðning eða aðstoð. Er skortur á umburðarlyndi eða stuðningi.
Á starfsmaðurinn við einhver einstaklingsbundin erfiðleika að stríða? Hver samsetningin starfsmannahópsins? Aldursmunur menningarmunur? Skortur á stuðningi, umbun frá stjórnendum eða góður stuðningur innan starfsmannahópsins? Þetta dæmi spurninga sem þarf að velta fyrir sér við gerð áhættumats fyrir félagslega vinnuumhverfið. Matsaðferðir eru mismunandi en eftirfarandi leiðir hafa reynst vel til að meta aðstæður og starfsandi á vinnustöðum. Það að nýta sér vinnuumhverfisvísa starfsgreina og félagslega vinnuumhverfisvísir sem eru á heimasíðu Vinnueftirlitsins. Starfsmannasamtöl eru hvatt til opinnar umræðu, samtölin óformleg eða formleg, starfslýsingar skýrar, vinnustaðagreiningar og ýmiss konar starfsánægjukannanir nýtast vel sem matsaðferð og reglubundin starfsmannafundur og skoða ýmsar lykiltölur í mannauðsmálum. Alltaf mikilvægt að vera vakandi fyrir breytingum í samskiptum milli starfsfólks, stjórnenda og viðskiptavina. Að lágmarki þarf að taka tillit til ákveðinna matsþátta sem fjöldi starfsmanna, aldursdreifing, kynjahlutfall, menningarmunur, hugsanlega einhverju orðuleikar í samskiptum, skipulags vinnutímans, vinnuálag, eðli starfanna og hvar eða hvernig vinnan framkvæmd. Þetta eru þeir þættir sem þarf að horfa til þegar maður að skoða og gera áhættumat starfa. Liður í forvarnastarfi gegn einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustöðum að til staðar sé viðbragðsáætlun. Í henni þarf að koma fram að lágmarki að óheimilt sé að leggja starfsfólki einelti á vinnustað, áreita kynferðislega, áreita á grundvelli kyns eða beita öðru ofbeldi. Einnig þarf að koma fram í hverju forvarnin vinnustaðarins felast. Lýsing á því hvert og hvernig hægt að koma á framfæri kvörtun eða athugasemdum og í hvaða farveg mál fara. Einnig þarf að koma fram til hvaða aðgerða vinnustaðurinn ætlar að grípa á meðan að málsmeðferð stendur og kjölfars máls. Sem dæmi hvernig mál eru skoðuð, hugsanlega tilfærsla í starfi á meðan mál skoðað eða leyfisveitingar og svo að hvaða stuðningum að búast við í kjölfari. Verið að bjóða einhvern stuðning til starfsmanna þegar erfið mál koma upp á vinnustað. Hvernig upplýsingagjöf verði háttað á meðan á málsmeðferð stendur og hvernig brugðist verður við svo að óviðeigandi hegðun endurtaki sig ekki á vinnustaðnum. Þetta atriði sem að lágmarki þurfa að koma fram í viðbragðsáætlun vinnustaðanna gegn einelti, áreitni og ofbeldi. Að lokum þá fjallar gott félagslegt vinnuumhverfi að hanna öruggt starfsumhverfi með góðri stjórnun, skilgreina viðmið hegðun og samskiptamenningu, móta afkastamikla liðsheild sem sýnir gagnkvæma virðingu og hafa skýra stefnu forvarnir gegn einelti, áreitni og ofbeldi sem felur í sér markvissan farveg erfið samskiptamál. Skýra viðbragðsáætlun sem starfsfólk þekkir. Boðið upp á fræðslu fyrir starfsfólk og ekki síst fyrir stjórnendur einelti, áreitni og ofbeldi, orsakaþætti, birtingarmyndir, mannleg samskipti og almennt gott félagslegt vinnuumhverfi. Gagnlegt gæti verið að hafa safn af dæmum á vinnustaðnum sem gefa til kynna hvers konar hegðun æskileg og hvað ekki liðið. Það eykur líkur og skilning á hvað sé viðeigandi hegðun og hvað sé óviðeigandi. Einnig skiptir máli að mæla lykilþætti í mannauðsmálum og fylgja þeim vel eftir. Hér eru stuttar leiðbeiningar hvernig hægt að bregðast við ef erfið samskiptamál koma upp á vinnustað. Það þarf að skoða hvert mál af varfærni og gott að hafa í huga hvernig einstaklingur upplifir aðstæðurnar, leitast við að fá upplýsingar eftir ýmsum leiðum og fá yfirsýn yfir málið. Stundum þarf að leita aðstoðar hjá öðrum stjórnendum, mannauðsfólki innan vinnustaðarins eða utanaðkomandi ráðgjöfum, skrá niður aðstæður, komast hjá ásökunum, finna lausnir og uppbyggilegar leiðir. Spyrja starfsfólk tillögur,
Skýr skilaboð þarf að vera að slík neikvæð hegðun líðist ekki á vinnustaðnum. Aðstoða þarf einstaklinga og jafnvel samstarfsfólk sem líður ekki vel vegna málsins, bjóða upp á ráðgjöf eða handleiðslu. Athuga þarf í framhaldi hvort fleiri á vinnustaðnum hafa orðið fyrir einelti. Ef svo þá greinilegt að sá sem veldur neikvæðri hegðun í þörf fyrir að halda áfram og hafa einhver syndastil og hegðunin heldur áfram á vinnustaðnum. Ef grunur kynferðislega áreitni hægt að benda starfsfólk á eftirfarandi: ekki leyna áreitninni, ekki kenna sjálfum þér halda dagbók áreitnina, athuga hvort aðrir hafa orðið fyrir slíku á vinnustaðnum, fá stuðning vinnufélaga eða vina, benda fólki á að þetta vinnustaðavandamál sem þarf að skoða og hvetja starfsfólk til að ræða við stjórnendur, starfsmannastjóra, mannustjóra eða vinnuverndarfulltrúa eða trúnaðarmanna í þessum málum. Varðandi ofbeldi og hótanir á vinnustöðum þá þarf að velta eftirfarandi spurningu fyrir sér við mat á áhættuþáttum. Hvaða líkur eru á að starfsmenn verði fyrir ofbeldi eða hótunum og setja svo inn viðeigandi varúðarráðstafanir miðað við það, til dæmis verklagsreglur, hvernig umgangast á hættulega einstaklinga, fjöldi starfsmanna á vakt, myndavélakerfi, viðvörunarkerfi, öryggisnappar ef árás verður og fleira sem hægt að setja inn. Greina þarf fyrri aðstæður. Atvikið í tengslum við ákveðna atburði, þjónustu eða tímasetningar á sólarhringnum? Séð til þess að starfsmenn séu ekki einir þar sem líklegt að þeir verði fyrir ofbeldi eða hótunum? Fá þeir fræðslu og þjálfun miðað við aðstæður, námskeið áhættuhegðun, sjálfsvörn og samskiptatækni og svo áfallahjálp ef þörf á? Vinnustaðurinn hannað með tilliti til hættulegra aðstæðna? Eru aðvörunarbjöllur eða flóttaleiðir miðað við það? Auðvelt að hafa yfirsýn yfir vinnustaði og ýmsa þætti? Skriflegar leiðbeiningar, hvernig og hvenær á að skila inn óhappaskýrslu eða slysatilkynningu? Þetta allt dæmi aðstæður eða spurningar sem þarf að velta fyrir sér við mat á áhættuþáttum í vinnuumhverfi þar sem líkur eru á ofbeldi eða hótunum. Að lokum förum við yfir þætti sem skapa góðan vinnustað. Í góðu félagslegu vinnuumhverfi þess gætt að starfsfólk fái að hafa eitthvað eigin vinnu að segja. Þess gætt að starfsfólk fái að taka þátt í ákvörðunum sem hafa áhrif á starf þess, eins og til dæmis á hvaða hraða unnið, hvernig störf unnin. Starfsfólk virkjað, hvatt til sjálfstæðrar hugsunar og sköpunar. Í góðu félagslegu vinnuumhverfi boðið upp á möguleika til félagslegra samskipta, boðið upp á möguleika til að læra nýja hluti og til að þróa áfram þekkingu sína. Í góðu félagslegu vinnuumhverfi vinnuálagið, kröfur og áskoranir hæfilegar og þannig að starfsfólk ráði vel við. Og jafnrétti kynjanna ríkir réttlæti, virðing og traust, lýðræðisleg forysta og opin samskipti gefa möguleika á ánægju í vinnu og félagslegum stuðningi. Í góðu félagslegu vinnuumhverfi hugað að því að hafa gott jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Fleiri góð ráð eru á heimasíðu Vinnueftirlitsins. Þar eru bæklingar og gátlistar sem styðja við vinnuverndarstarfið. Endilega nýtið ykkur þessar upplýsingar og gangi ykkur vel með að stuðla að góðu félagslegu vinnuumhverfi til framtíðar á ykkar vinnustöðum.